Ég tími bara ekki að tala ofan í þetta lag. Nei, þetta enda borgum við Morfjár til að búta til fyrir okkur. Já, Morfjör. Nei, Bjarni Traustason, þvílíkur höfðingi heima sækja, þökkum honum kærlega fyrir. Hann fær bara fyrsta sjátið, það ekkert flóknara en það. Já, rétt við erum búið hans. Já, takk Bjarni. En já, Hannes þetta kostaði hann frábæra þátt sem með í kvöld. Höddi Magg, vertu velkomin í settið. Takk, bara gaman að vera þetta. Já, gaman að fá þig. Heldur betur gaman. Frábært lag. Það ekki? Jú. Ertu ekki ánægður með þetta? Já, mjög ánægður. Það svona eitthvað progg í þessu. Já. Áður en koma öðru, þá langum við bara að þakka Baron Moso fyrir lifandi tónlist allar helgar og við höldum áfram á mömmumandinn í hádeginu. Já. Frýtt kaffi, eins og Kjellendir hettilega. Já. Það er líkilatriði. Höddi, sko það gleymist, við erum stoltið búin að vera að flaska á þessari spurningu upp á síðkasti, en þú átti eina spurningu upp að þáttabyrgir. Já, ég fekk nú bara að sjá þetta með berum augum með náðan, þannig ég ætla ekki að spyrja hvort þú getur eitthvað í skák, því að ég var að sjá þig flengja leifið þetta rétt á hann. Alltaf komin á það. Höddi Magg, skákmaður, hvernig kom þetta til og já, hversu góður ertu? Ég er ekki sérstakur, þetta var algjör hundahefni að vinna leif, en ég fór á 7. einvígiskák Fissis og Spassky í 1972 í höllinni 6 ára gamall. Já, 6 ára gamall, já. Og svo skák reyndar fór í bið og endaði með jafntefli ef ég man rétt, ég er ekki alveg 100% að því, en já, og upp frá því þá var ég tíðugestur á bókasafni Hafnarfjarðar og var að reyna að komast yfir alla skákbækur sem ég gat, bestu skákir Friðrik Sólasonar, Fischers, ég dýrkaði Fischer og þetta einví er náttúrulega hafandi lifaða og eiga svona pabbi gaf mig ból sem ég var í eða þar til ég var 10-11 ára sko, hann var alltof lítill og þetta satt mjög lengi í mér og gerir svona mörguleiti ennþá. Hvað góður ég var skólameistari í 9. bekk í Hafnarfirði. Ég komst nú ekkert mikið lengra en það og svona áhuginn dofnaði aðeins svona þegar leið á en þegar ég fór að taka fótboltann meira alvarlega og en alltaf hef ég gripið í skákina og sérstaklega núna síðustu 2 ár aftur fór ég á chess.com og ég er svona rokka, ég er mest náði rétt yfir 1700 í 10 mínúta skákum. Það er svona eiginlega minn tími, mér langar að fara að prófa mig aðeins í lengri skákum. Ok. Og svona aðeins meiri pælingar. Þegar þú varst að lesa þessar bækur bara eins og segir, þú var 6 ára gamall og varst að tæti í þig, bara aðeins til að lýsa stemningunum á þessum tíma, varstu þá bara aftast út í hotni einn með skákbækurnar hennar eða var þetta cool? Þetta var alls ekki cool sko. Þetta var ekki cool? Nei, ekki einu sinni kringum einvíð? Nei. Jú, svona sko, það voru ekkert margir í þessu samt sko. Nei. Sem tók þetta svona eitthvað alvarlega eins og ég var að gera. Við vorum 6-7 stráka kannski sem vorum í skákklúbnum eða í lækjaskóla. Hann hét Sigurgeir. Já. Nú farinn. Og hann var svona mikill drifkraftur í þessum skákklúbi ef ég maður rétt og teldi við okkur mikið sjálfur. En það er já, þetta var svona, það voru ekkert margir í þessu. Nei, hvernig var, af því að við Leifur vorum ekki eins og hugmynd þarna, hvernig var upplifun að fara á þessar einvígiskákir? Hvernig var þetta svo að horfa á málingu þarna eða hvernig var þetta? Þetta var alveg rosalega eitthvað, þetta var svo þetta var mjög alvarlegt. Það mátti ekki vera hósti eða sko, þetta var alveg bara þvílíkt alvarlegt og Fischer hafði náttúrulega látið öllum ítlum látum hann eins og allir vita og þetta var mjög alvarlegt og það, þú varst bara, þagðir bara í 3-4 klukkustundir sko. Já. Hvað voru margir í salnum hann í minningunni? Það var alveg tróðið sko. Það? Já. Það var gefsanlega tróðið. Þetta var niður í andirinu sem að ég var sko. Já. Þá hafðu þeir hvort þeir eru farið í bakaribyggið þarna. Já, Fischer baðum það, já. Já, en komuð þeir aftur. Já, Fischer samþykkti það svo. Já, kom aftur. Og
En ég síðan fór á nokkur Reykjavík skákmót, ég fór á skákmóti sem var í Borgarleikhúsinu, Kasparov var ekki Kasparov og Karpov eða Kasparov var 99. Já, er þetta ekki NASA? Nei, það annað, já, þetta geta alveg verið. Allavega í Borgarleikhúsinu, stöð 2 var með beinar útsendingar, Palli Magg. Já, mér ámar í þetta. Þetta var eitthvað rosalega sterkt mót. Ég fór á nokkur kvöld, og og svo var maður auðvitað að fylgjast með Jóhanni Hjartar mikið, með Korst og Amy fræga í St. John's og svona mikill aðdáðandi hans og þeirra Helga og Margeis og þessara stráka sem að komu þarna upp í kjölfarið að Friðrik Ólafssyni. Já, kuldgeðslóðin. Veistu Birgir, mér langar bara hvað er þetta? Jón Ell, held upp á hann líka. Við þurfum að halda einhvern tíma þátt, bara við tveir, þar sem við erum að tala þetta og síðan það sem á eftir kemur og síðan getum við hringt í Hödda sem var á svæðinu og getur líst líðarandanum og gert svona stemning úr þessu. Algjörlega. Svo voru svo mikil vonbrigði með Fischer, sko. Já. Maður vildi alltaf trúa því að hann kæmi aftur. Þegar þetta rant kom, gyðinga, hatrið og allt þetta, maður trúði ekki bara hvað hann var að segja, sko. Nei. Og en síðan, sko, auðvitað var þetta merkilegt þegar hann kemur hann frá Japan og allt þetta en því líka són og hæfileikum, sko, að mörgu leiti að geta ekki fyllt þessu eftir að ég alveg samfærið að hann hefði tekið Karpov en Karpov var enda mjög öflugur 75, sko. En kannski var hann líka bara búið með hann að pakka hann alltaf bara séni í 10 ára eða 12 ára og kannski var þetta bara þessi líftími því að hann var með enga tölvur eða þetta var bara algjörlega homemade göður, sko. Og kannski svona ítir þetta undir hvað Kasparov og Carlsen til dæmis eru mikli legend, sko. Kasparov var stegaskákmaður heimi held ég 23 ár og Carlsen búin að bestur heimi núna 10-15 ár, sko. Já, og ég er mikill aðdáðandi, ég fylgst mikið með þessu online dæmi hjá Chess 24, ekki? Jú, norsk, hvað heitir hún, Kaja Sner sem sér og David Howell sem ég veist bara svo besti. Já. Og mikið fylgst með þeim í þessu COVID og ég bara gaman að þessum pælingum. Simon Williams líka skemmtilegur. Simon Williams, Ginger-gurinn og þau eru að gera skákina ennþá skemmtilegri. Samanlega því. Finnst mér. Og auðvitað ertu með hraðari skákir og allt það en samt sem aður svona dýpri pælingar og ég er að fylgjast með Carlsen og Ding Lirin í dag. Já, einmitt. Vel aðri í fræðum. Já, betur aðsynum við, sko. Já, en svo við bara, mér langar aðeins að þið vorum að tala svona hæfileikum hjá Fischer. Loksins fá að tala skák í þættinum okkar. Ef við berum þetta samt aðeins saman bara við fótboltana, því við erum sérstaklega að klíma á Íslandi, við erum ekki með þessu atvinnumannadeild heima og við erum að senda menn út snemma. Fischer, eins og við vorum að tala 10-12 ára farin bara ferast hnöttin, þetta er ekkert eðlilegt uppeldi og það er kannski eðlilegt að menn brenni út fyrir, sko. Þú átt enga æsku, hvað gerist með Genie og Michael Jackson, engin æska. Þetta er alveg stórfurðulegt mikið af þessum Hollywood-leikurum sem voru barnastjörnur og svo skákinn og ég verð náttúrulega að nefna þetta Netflix-seríuna sem að kynnti líka verulega undir Queen's Gambit sem að er það besta sem ég séð skák. Já, ég saman að því bara maður er bara að sjá marga bíómyndir Searching for Bobby Fischer og saman með Tobey Maguire Pawn Sacrifice mér var svona góð og fór með strákana mína á hana þeir voru 10-12 ára og pappi þeir eru enn að tala pappi hvað voru að gera á þessari mynd þetta var svona ég horfði á þetta með konunni og konan fór eitthvað í göngutúr og ég sagði á ekki pása myndina nei haldi bara á það þannig að mjög gott sko þá vindum okkur bara í boltan Kyocera-menn sem eru náttúrulega fremstir á sviði prentlistna. Rétt. Þeir vilja byrja að fara í bestu deildina á umferðina sem var að klárast. Já. Ég langar eiginlega bara að byrja á KR Leikni ef að ég má það. 1-1. Já, þú ert þáttastjóðandi. Já, ég er þáttastjóðandi, ég gerir bara sem ég vil. 1-1, þetta voru döpur úrslit. Hvað, voru að tala XG á KR væri undir 1 og 3 eitthvað á leiknismenn og Sigga Höskulds. Já, þetta er bara vandræðalegt sko. Við vorum þetta nýbúin að mótivera Sigga á föstudagskvöldinu sko. Já, vissulega. Hann var búin að kalla þetta. Já, hann var búin, kannski ekki eitthvað hot take en KR-ingar eru bara ekki góður. Hvað segir þú þetta? Já, þetta er búið að vera svolítið svona undanfærin ár á heimavelli. Fróstaskjöldu hefur ekki verið að gefa nægilega mikið.
einhverju hluta vegna og það komur óvart hvað Káur hefur farið rólega af stað með við svona þá leikmenn sem þeir hafa sótt en auðvitað voru meðsli Kristján Flóki náttúrulega og síðan Kjartan Henry náttúrulega líka þannig að það hefur svolítið sett strik í reikningi að skora mörg. En kemur þetta okkur óvart, þú veist, er þetta ekki kannski búið að vera smá við spilunum frá eftir 2019 titilina? Ég ætla að segja, er ekki þetta að benda svolítið á gluggan eða? Hjá Káur, því að við sækjum hana nokkra frammeri og síðan sækjum við Vinnmann Hall. Já. Sko, Keli kom í senast þetta og benda á að við varum kannski með svolítið líka miðjuhjúp og það að vera með Hallarna og síðan Pálma og þetta. Já, bara svolítið svipað konsept sko. Kannski fá Stefánu miðuna, ég veit það ekki en samt aftur menni sem við erum að sækja Sigurður Bjartur og Stefán Ljúbisic þessi menn sker ekki í augun á blaði. Þetta er ekki efsta heilla. Nei. Þetta er kannski Rúni hefur verið að gera þetta svolítið að sækja menn hérna svona kannski sem að menn hafa verið svolítið hissa og gert þá betri. Klopp-stæl. Já, ég held kannski að menn þurfa aðeins að bíða eftir þeim að einhver leiti. Sigurður Bjartur, ég sá hann aðeins með Grindavík í fyrra þegar voru að spila í Lengjudeildinni og sá hann á móti Þrótti mitt og ég var hrifinn af honum sko en hann þarf augljóslega meiri tíma, það er ekkert smá skref að fara úr Grindavík í KR og ég held að þetta muni koma hægt og ljótt en spurningin er bara að hvort þeir séu ekki búin að svolítið að missa af lestinni. Mótið er vissulega lengra en það er næst FHK í kriganum og það verður slagur. Það eru lið sem að þessi stórveldi sem hafa verið FHK Valur eru bara ströggla og Breiðablik, Káa Stjarnan Víkingarnir eru svona þeir eru búin að vera mjög upp og niður þannig að það er svolítið nýtt að svona nýlið að skapa sér sterkari stöðu. Algjörlega. Á leiknir meira inni eftir sérstaklega framistöðuna núna? Ég held að sé þetta second season syndrome, ég held að þetta verði mjög erfitt fyrir þá. Já, sérstaklega af því að það er eiginlega bara, þú fylgist ég ágætlega með, það er bara eitt lið sem ég finnst bara, sem er að fara að falla, sem ég finnst vera IBVF, önnur lið finnst mér bara vera með nokkra gír inni, sko. Já, þetta eru svona, það eru Framarættir, ég held að þeir eru eftir að batna bara. Þetta er vikingslegir sko. Já, ef við tökum bara strax fram, Breiðablik 4 fram til ég var á þessu leik og auðvitað sko, mínir menni Breiðablik vera sko, leikurinn ekki búinn til tími til þó sem 2-0 yfir sko, við bara hættum alltaf þegar við komin í 2-0 yfir, algjörlega óþolandi, en Framara voru, sko ég er ennþá átt á mig hvort Blikar eru kærlausir eða hvort að Fram var urðu svona ótrúlega góðir sko. Ég held að þetta sé bara svipa eða svona báðu, ég held að þetta sé svona eitt af því að tekur aðeins bensingjöfun af, skorur eitthvað óvænt mark, kemur inn í leikina á þess að kannski vera með ekki innistæða fyrir því og svo byggir þú svona fara einhver smá trú og að því að Framararnir, ég veit að Jón Sveinsson vill spila góða tegunda fótbolta og það er eftir að skila þeim svona þegar fram í sækir. Mér veist líka sko þegar Breiðablik komast í 2 á Stjörnunni þá sagði við manstu vorum á leiknum og ég sagði við erum að vinna svo deild með 30 stigum en já, Framaraflóttir en Blika betri og eru vel spilandi og greinlega með skýra stefnu IBF IA 0-0 Fyndi atvekið hann í lokin hann eftir maður sjá það? Nei. Já, helviti gott. Hvað hefði þú gert, þú sem gamall strækir, einhver ungur gaur nýmættur í liði og myndir hrifsaði boltan að þú veist að taka víti og loka mínúndunni? Ég hefði bara slegið hann. Hann hefði reyndar aldrei reynda sko. Nei, það er munurinn. Já, mér langar nú eiginlega bara mér langar að keyra bara beint í Breiðablik Valur sem að er framöndan. Þetta eru þarna 2 leikir með einum leik á milli. Já, og við erum með Breiðablik Val á 50-daginn í bikarnum. Já. Og þetta er stórleikur fyrir Breiðablik en náttúrulega ennþá stærri leikur fyrir Val. Tímabilið er undir fyrir Val, annars er þetta bara í deildinni. Já, og bikarinn hefur fengið meiri þýðingu, segi ég, vegna út af fækkun Evrópusæta. Já. Að nú ertu með 5 leiki hóttu komin í Evrópukeppni, 5 sigrar Evrópukeppni. Af því að þú ert bara með 1 og 2, mögulega 3 eða 3. setið, ef að það þróast þannig, en bikarinn hefur tekið á sig mun þýðinga meira hlutverk eftir að Evrópusætunum fækkaða mitt. Og Blikarnir er náttúrulega
liðin spila 2 leiki í deild og bikar og það oft sagt að þú vinnur annar leikin og tapar hinum en það náttúrulega komin tölur pressa á Val og það miklu meiri pressa á þeim í þessum rimmum því að blikarnir eru búin að búa sér til smá svona cushion, búin að búa til smá pláss fyrir að tapa stegum sem að þeir muni gera svona bríðspils einhvern tíðanbúti en sjálfstyrtið hjá þeim er mikið og valsmenn fóru vel af stað, voru ekkert að spila neitt sérstakann bolta en ég fannst til dæmis, ég sá F.A. Valur í kriganum þar sem að F.A.-gandir náðu stíi í lokin sem þeir áttu fyllilega skilið en svo var slisa móti Stjörnunni hjá Val 2 í uppbytun og það getur gest en kannski leikurinn núna í kjölfarið móti Víking var ekki góður og mér veist líka ef við komum aftur að Blikaliðinu þarna að sko munurinn á Blikaliðinu núna og ég held og sem 2 tímabil undir stjórn Óskars er að við vorum alltaf bara nú allt yfir alla heimaleikinu okkar í fyrra bara og það var ekkert mál. Núna eru búin að vera 70-80 mínútur klökunni búin að jafnt bæða mútið Stjörnunni og Fram og þetta er svona dálítið sem er Liverpool þitt lið, mér finnst svona einhvern veginn við erum að fara að skora, þetta er komið einhvern veginn svona loksins eitthvað þetta mentality að við vinnum alltaf leiki. Ég held að Óskar, ég þekki Óskar vel og hann er greiðlega vinnusamur, duglegur og ég held sko að hann sé líka aðeins búin að svona, hann er aðeins sveigjanlegri. Það er ekki bara ein leið til að vinna fótboltaleik. Hann er ekki með Pep Guardiola syndrómið, nei ég segi svona. Nei, það er bara ein leið og engin önnur leið. Þannig að þeir hafa kannski verið svona aðeins meira direkt og ekki verið að taka of eins miklar áhættur aftan frá eða í vörninni heldur við voru að gera. Tilbúinir að loka leikjum til dæmis. Tilbúinir að loka leikjum, vera svolítið ruthless og hérna, það er alveg í lagi að setja langan bolta fram og eitthvað svona sko og hérna þannig að það er svona praktískari. Já, en mér finnst svona, ég ætla ekki að vera að tala um falska vonir, þetta er 7-0-0 en náttúrulega við vorum mjög heppnir að vinna ykkur í KR. Við Fram áttum að fá víti í stöðunni 3-3, þú veist þetta hefði alveg geta verið bara 5-0-2 sko, þú veist, eða eitthvað, þú veist, þannig að þetta er búið að ganga allt upp hjá okkur núna og sjá hvernig það heldur á. Algjörlega. F.A. Hvernig horfður það við þér? 4-2 í fyrstu 7 í deildinni, það er mjög slagt. Það er bara, þeir eru búin að taka þessi stig á heimavelli og hérna, ég átti von á meiru svona í byrjun en auðvitað er mikið eftir og það hefur verið svona skakka föll og ég held að menn séu ekki alveg að dansa sama dans í firðinum. Það virkar ekki samhljómur á milli sem er á baki tjöldin, þjálfarans það er einhvern veginn hlutir er eitthvað off hvað það er ég er ekki mikið inn í hlutunum og hérna það er bara, hlutir er ekki að virka. Nei, þú veist, þannig struktúrin í félaginu er ekki réttur virðist vera. Já, og þetta er góð punktur sem nefnum við heimavöllin sko, því að þú veist eins og Breiðablik FH-leikurinn, það var bara svo FH vissu að vera að fara að tapa og það var að gera sem við reynd, þetta var bara vonlaust sko, þú veist þannig að, og menn voru að gera ég ætla ekki að segja að menn voru að spá FH kannski Íslamsmeistaratitli en þeir áttu að vera þarna ofalega, þetta geta ennþá endað þar, en þetta lítur ekkert sérstaklega vel út, mér að Keflavík, ég horfði að Keflavík FH, þetta var bara já, ekki gott sko. Nei, sko, ég held að kannski varandi FH að sko, þú ert náttúrulega með mjög segursalan þjálfara, Ólaf Jóhannesson og hann hefur greinilega ekki fengið þá leikmenn sem hann vildi fá. Þá fær maður að velta fyrir sér og hann vill bara berjast titla. En ég held að félagið sé bara ekki þeim stað núna, akkurat. Og það er bara tími á hérna, breytingar og svona meiri átt sem Stjarnan hefur verið að fara að hætta að spá í topp 2 eða 3 og reyna að byggja upp aftur meistaralið, tekur kannski aðeins lengri tíma en þú ert til að sarga í sko, þú ert alltaf að elta skottið þar. En er ekki munur samt að FH og Stjörnun er að Stjarnan er að spila þetta á ungu leikmönnum og FH er meðalaldurinn bara mjög gamall. Hallt í hvoru. FH þeir eru ekki að stíga skrifa til fulls, þá fer maður að velta fyrir sér. Er þá, ef að þjálfarinn fær ekki það sem hann vill fá, er hann þá rétti maðurinn til að vera með liði? Hvert er félagið að stefna? Hvert vilja það fara? Vilja það vera yngi upp? Er það Óli Jó rétti maðurinn? Ef að Óli Jó vill fá leikmenn, á hverju fær hann þá ekki leikmennina? Og þar fram til götturum. Vantar pening eða hvað er málið? Já, þannig að sem hún basically að segja það að Óli Jó
gaur sem að getur gert hvaða liða Íslameistarum svo lengi sem hann fær budgetið til þess, en hvort hann sé rétti maður uppbyggingafasa annar mál. Já, ég er alveg að segja, ég hef alveg tröll að trúa Óla Jósinn þjálfara sko. Fyrir vissan hóp af leikmönnum, og þegar hann getur svona munstra sig og fundið rétta leikkerfið, minna hann er að flakka fram og tilbaka með leikkerfi. Það hef ekki séð hjá FH í mjög langan tíma. Þannig að þeir eru að púsla þessu einhvern veginn saman og þetta er ekki alveg að virka og hvort það muni virka, ég held að þeirra möguleiki liggi í bikarkeppni. Varandi Evrópu dæmi sko, það er bara beinasta leiðin fyrir þá. Ég held að þeir munu halda áfram að taka mjög mörg stig á heimavelli. Þeir hafa spilað mjög vel í þessum 3 leikjum á heimavelli, eða svona búin að taka 7 stig, taka stigin sín þar. Og ég held að þetta trend muni halda áfram. Þú munt sjá sterkt FH-lið í Krikanum, veiklulegt úti. Sko, við erum að tala Víkingur, Valur, KR, FH, þessi stólpar, þessi máttastólpar eru allir að fara illa á stað. Breiðablik að fara vel á stað og kannski verðist vera með batteri sem þeir eru búin að þróa lengi og þeir verðast vera með skýra stefnu. Eru þeir í dauðafæri? Maður vonar auðvitað KR og ég vona KR að þeir eru að vinna með Rúnar og það hefur bara gengið ágætlega og kannski nær hann að trekka þessa leikmenn sem hann sótti. En eru Breiðablik bara í dauðafæri í ár? Sko, ég segi það. Breiðablik var með þetta mót í höndunum í fyrra. Það er alveg að færa rauk fyrir því að þeir hafa verið með besta liðið í 20 umfyrir. Þar til að koma, þurfa að fara í Krikan og töpuðu á meðan Víkingarnir unnu heppnisigur í Krikanum. Ingvar átti ykkur stórleikana. En ok, Víkingarnir náttúrulega bara geggjað tvöfaldi meistarar og alltaf. Ég verð að segja að þá Birkir sé Breiðabliksmaður sko, að mér finnst félagið í heild sinni hafa verið langt undir væntingum í mörg ár. Meðað við leikmannaveltuna, meðað við uppbyggingastarfið og afreksstarfið sem að þeir hafa verið að stefna að og gera, þeir ættu auðvitað að vera með miklu fleiri titla. Félag sem að er svona stórt og hefur verið að selja fullt af leikmunum en ég held að það sé mögulega gullöld í vændum með Óskar Rapp við borðið sko. Já, ég er nú vel bara sammála þessu sko. Já, bara þegar talað gullöld, þegar Valur er orðinn Íslandsmeistari í körfubolta, það er bara svo mikið er peningurinn þarna, þá hljóta þeir að vera farnir að banka dyrnar hjá Heimi, bara hei, hvað er að gerast? Þetta er bara erfiðar í fótboltanum, það er nóg að sækja 2-3 sterka útlendinga í körfunni, þá ertu komið með Íslandsmeistara efnislið, það er ekki hægt í fótboltanum. Nei. Þetta er bara miklu meira púsl, þannig að auðvitað er betra að hafa meiri pening, en það fyrir líka eftir hvað þú ætlar að gera við hann sko. Þannig að það er svo þetta er miklu flóknar leikur heldur en körfubolti, bara með fullri virðingu fyrir honum. en bara hreint út, er farið að hitna undir Heimi ef hann tapar bikarleik? Heimir er náttúrulega eitt svo segursælasti. Það er engin hólpin. Það sem gerist í fyrra, hann var með frábært lið fyrir 2 árum, meistarar, líklega orðið 2-faldir meistarar eða COVID hefði ekki komið inn sko. Þannig að það var mjög óöpinn þar. Fyrra var greinilega slys og það var mjög mikilvægt fyrir hann að byrja vel núna. Hann gerði það en svo hefur eitthvað gerst. Já, ég meina, ef þið spurðið F-fáinga hvað Valur ætti að gera, gleymið því að hugsa eitthvað að láta hann fara. Nákvæmlega. Þannig að ég ætla bara að gera það mínum orðum. Já, algjörlega. Hvað lifir Íslandsmeistari? Breiðablik. Og hvað lið falla? Leiðilegt að segja það, en ég held að Leiknir og Keflavík, Leiknir og IBF fari niður. Já. Ok. Hvað er liðin á Evrópusæti? Já, ég held að Þetta er kannski stóra spurningin. Já, ég held að Víkingarnir munu koma sterkir inn og ég ætla að henda á mína menn að þeir taki bikarinn. Óli Jó hann er góður í svona úrslitaleikjum, þannig að nú er að fara í úrslitaleiki í bikarnum og meiri áhersla og ég held að FH taki bikarinn. Það er auðvitað vonarspá. Já, gerum við grein fyrir því. Sko, mér langar ekki að tönast það á þessu, en þetta er svo skemmtilega orðað hjá þér Birkir, hérna.
komin Father Time á Heimi Guðjóns, Rúnar Kristins og Óla Jó. Þessi gaurar eru með einhverja 1000 titla samtals, en svo erum við konum með, þeir eru bara ekkert á spes stað með liðið sín dag, en nýji skóluna taka við, Óskar Hrafn, Arnar Gunnlaus, Gústi Gylfa, Jökull Elisabethar, og ég leyfa mér að setja Arnar Greta síðan á flokk, bara þegar hann hefur ekkert komið upp fyrir núna. Já, þetta er góð spurning, sko. Carlo Ancelotti, er hann að brenna yfir? Hann er undirtekning sem sann regluna. Sko, ég er sammála því að allir þjálfarar hafa líka sín líftíma og þetta er alltaf spurning, sko, ég hef stundum verið svona, ég hef stundum þjálfarar að fá of mikið hrós og of mikla skammir. Algjörlega, ég er sammála því. Mér finnst þetta að vera alltaf miklu meira samspil. Svo getur þú bent á, sko, mann eins og Jörgen Klopp, við komum við nára því, sem að hefur lyft bara heilu félagi upp. En þú getur ekki gert þetta á þess að vera með fjármagn, sko. Og en líka þarft að kaupa skynsalega. Ég ætla nú ekki að setja Father Time á Heimi Guðjónsson og Rúna og Óla Jó, ég veit það ekki. Þetta lítur allan ekki vel út. En þá að enska boltanum. Dóminusmenn voru með boltan í opinni dagskrá helgina, þakka þau kærlega fyrir. Dóminus.is, það var aldeilis veisla, maður. Algjör veisla. Og ef við förum aðeins yfir tímabilið, hvernig myndir tímabilið bara fyrir þína menn? Liverpool. Já, væntanlega ekki. Það er auðvitað bara eitt besta tímabilið sögu félagsins, en það er náttúrulega svo stærstir eftir. Já, en ef við byrjum bara á Prem. Ég hafði alltaf trú á því að liðið myndi koma tilbaka eftir vonbrigði síðasta tímabils þegar leikmenn fóru bara mistum alla vörnina og alltaf og þetta rönn í lokin 7-8 sigurleikir í röð þarna, Alisson með skallamark og ég er bara það mikla tröllatrú á Klopp og Klopp með smá pening að hann er svo besti. Smá pening? Já, ef við tölum börum okkur saman við City og United og er ekki með dýrasta markmann og varnarmann í heimi? Jú, en svona kaupsölur, það er svona já, ég er að stríða en góður, ég meina Liverpool tapaði síðast í deildinni 28. desember fyrir Leicester í alvöru? Unnu samt ekki titilinn. Ég meina, hvað er þetta að segja annað en bara, þetta lið var korteri frá því að eiga möguleika í lokaleik að taka fernuna. Já. 1 stig frá því. Ég held að þetta sé eitt besta liðbúlið, þetta er eitt besta liðbúlið sem ég hef séð. Já, er þetta betra heldur en COVID-tímabilið? COVID-tímabilið? Þegar COVID, þannig að í mass. Já, ég held að. Já, þannig að því við vorum að berjast á öllum vikstöfum, eina liðið sem hefur farið raun og verið í alla leiki sem að hægt var að fara í. Já, virkilega flottir, sko. Örsnögt, hversu mikið er Haaland að fara að gera fyrir City á næsta tímabili? Þetta er góð spurning. Hann var að ströggla svolítið í vetur með meðsli á Dortmund. Dortmund var ekki spilandi sérstaklega vel þó endaði í öðru sæti og Haaland hann er mjög góður í skyndisóknarfótbolta og ég veit ekki með þetta possession dæmi. Það áttur að koma í ljós. Já. En maðurinn er náttúrulega skrýmsli, sko. Já, maður þorir einhvern veginn ekki að segja eitthvað að þetta getur verið flott því að hann gæti sokka mann allverulega. Já. Menna Guardiola, við veitum það, hann er ekkit rosalega hrifinn af nýjum, sko. Nei, einmitt. En ef þú hrifinn af einhverju nýju, þá kannski ágætt að já, ég meina, hann þið munum það að hann tekur við, það var framtíð Sergio Aguero í uppnámi. En Aguero var bara svo góður, skilur, hann gæti ekkit annað og það var alltaf eitthvað styrleiki á milli. Já, og svo leið og Gabriel Jesus, sko, bara ein nýja. Nei, þá setja hann bara bekkin, hérna er ekki verið með nýju. Það má engin skikja á Guardiola. Nei. Það má engin skikja á hann er upp af endir alls. Ég elska hann er dálítið svona, ég veit ekki hvað það athyglisjúkur sér rétt á orði, en hann er mjög ánægð með eigin frama. Já, ég meina, ég er náttúrulega ekkert rosalega hlutlaus í þegar kemur að Guardiola. Hann náttúrulega sagðist aldrei að ætla að kaupa einhverja, hann ætla að byggja þetta allt upp á heimafólki. Sagði hann það við City? Nei, ekki við City.
en það var Barcelona. Já, ég líka bara sagði það. Það byggir alltaf heimamönnum. Já, en næsta umræða, það er Viaplay. Já. Við erum að taka meistaradildina. Sko, hvernig voru viðbröðum fyrir þig að fara úr Stöðusport í Viaplay? Náttúrulega mikil viðbrigði og ég er búin að vera núna bara í 2 ár núna í júní hjá þeim og ég náttúrulega flest allar minni lýsingar eru bara heima. Ok. Og nema í meistaradeildinni þá erum við með stúdíu út í bæ upp á RÚV og þetta er búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt og frelsandi og ég fór að lýsa deildum og leikmönnum sem ég hafði aldrei ekki fylgst mikið með eins og dönsku súperlíkunni og búndislíkunni þó ég alltaf fylgst með henni en svona minna og ég held að þetta bara víkka sjóndeildarhringinn mjög mikið hjá mér. Já, finnst þér þetta að vera bara svo ég tala tandur hreina finnst þér erfitt að fara úr því að vera starfsmaður Stöðusport í að vera lýsa Pepsi-deildinni í að vera lýsa bara Brøndby í Rannes? Þetta er líka frábær spurning. Ég er ég tækla alla leiki hvort sem það er núna danska súperlíka leiki eða úrslitaleikur í Champions League eins. Það er bara sömu vinnubröð og sami undirbúningur. Og jafnvel, þú gerir jafnvel meiri undirbúning. Já, einmitt, að þú þarft hann að halda, Þú þarft kannski meira basic en ég meina, ég var náttúrulega í öllu hjá Stöð 2, ég var að stjórna þáttum, ég var í fréttum, ég var að lýsa, ég var að gera allan fjandann, gera allt. Komin í skúrikanna veit ég líka. Já, og var að skúra stundum, að taka til í stúdíónu. En þetta voru að mikil viðbrigði, en ég ætlaði ekkit endilega að fara aftur í þetta. Ég var að þetta spá í þetta sem þið eruð að gera. Já. Og var komið mjög langt með það, en var búin að fá einn mjög stertan styrtaraðila. En þá kom COVID og svona kom öllu í baklás og síðan svona setti ég það til hliðar. Ég var með þess að koma með nafn, Hamarinn með Höttamagg. Ok. Og síðan alltaf farið samskiptum við Dr. Fútból, sko, alltaf íta Hjörvar út af markanum. En svo kemur Viaplay á vormánuðum, þannig að ég legg þetta dæmi til hliðar, podcast dæmið og vil einbeita mér algjörlega þessu sem er að stækka og stækka. Taktist frá Hjörvari. Taktist. En ef við tökum bara svona Viaplay sem batteri, hvað er svona long term vision hjá þeim? Þú veist, vorum að ræða eins fyrir þátt, þú veist, hvað eru þið komin með núna, hvað er að bæta við ykkur og hvernig ef við horfum bara 3-5 ár fram í tíman? Já, ég meina, Viaplay er náttúrulega svona, þetta er nokkuð gamalt fyrirtæki, þetta er fyrirtæki úr mörgum litlum fyrirtæki sem hefur verið sameinað og hafa reyksuða markaðan á Norðurlöndunum, enska Premier League og meistaradeildina, eru búin að víkka út Eystrasaltsríkin, Pólland, Holland og hyggja á fleiri landvinninga og þeir eru bara rétt að byrja. Þeir eru náttúrulega með, þetta er bara félag á hlutabréfamarkaði og ég held að sé eitthvað 2000 mann sem vinna hjá þeim og þannig að þeir eru bara að hugsa til lengri tíma, þeir eru svona eins og kýmverjarnir, sko. Já. Þannig að það er ekki hugsað í næstu viku heldur. Nei, næstu 10 árin. Já. Algjörlega. En frumherramenn, þeir eru með skoðun dagsins. Já, hver er hún? Þeir senda henni rétt fyrir þátt og hún er Liverpool Real Madrid helgina. Þetta verður besti leikur tímabilsins í allri Evrópu. Og þú ert að fara út að lýsa leiknum. Já. Já. Það verður djöfull hlakkaði til að horfa það og hlusta það. Hvernig fer þetta og hvernig verður Liverpool startið? Það er faglega mati. Alisson Liverpool startið? Já. Byrjanlið? Alisson, Matip, Van Dijk, Trent, Robbo, Fabinho, Keita, Henderson, ég held að Thiago sé átt. Okay. Er hann átt eða? Ég held að hann sé, ef ekki þá er Thiago í Keita. Mane, Salah, Díaz. Ég hef samt lúmskan grun að Klopp geti komið og orðið að hent Bobby Firmino inn í liði. Já, hann er góður í stóru líkin, finnst mér allavega. Það er, ég er svona, hann... Og Díaz út á eða? Já. Aldrei Mane eða Salah, sko. Nei, einmitt. Já, og hvernig fer þetta? 2-1 Liverpool. Já. En það er bara,
það er bara svona wild guess sko. Já, Þetta Real Madrid kann ekki að tapa. Þeir veit ekki hvað það er. þú passar að vera hlutlaus á laugardaginn, ekki? Hlutlaus á laugardaginn, ég verð með Heimi Hallgríms fyrirhandi landsliðsþjálfara, við verðum þarna saman og verðum þarna fyrir leikinn, verðum með 90 mínúna uppbytun á Viaplay og svo leikurinn og já, þetta er bara óbóðslega skemmtilegt verkefni. Er þetta í opinni dagskrá? Nei. Þetta er ekki komið til. Þetta er ramlæst. Já. Þetta er harðlæst, það er ekki eins og hægt að kaupa sér Nei, þetta kostar ekki neitt sko. Þetta er bara sipað á Netflix. Já, þannig að síðan er ég að fara bara 20 setna til Ísrael. Já. Lýsa í hafnarborginni Haifa, Ísrael, Ísland í þjóðadeildinni. Menn tala að vera meira enn meiri geða vellinum þar sko. Menn er að tala það. Já, það er svo að tala að það sé stóri leikur. Já, það er bara, við landaðum mér í Líbanon Já. Stemmari. Vert samt að minna á það bara einmitt eins og þeir hann er lestir dag sko, þannig að endilega tryggja ykkur áskrift bara fyrir laugardaginn. Þetta er nú að rukka við jafnlega fyrir sölsíku, ok, áfram. En hörður, segðu nú bara alveg satt, ef að Real vinnur, er það alltaf út á lífið eftir leik? Leikurinn er svo seint að fransku tíma sko, byrja í 9. Þannig að maður er gamall í hettunni, maður fer bara á hótelið og... Nei, Jú, ef Liverpool vinnur í París. Heimir var nú búin að segja okkur frá þegar þessi menn eru að fá sér. Þeir eru komin í kóið bara rétt fyrir minnati sko. Menn eru fannar að byrja fyrr. Já, en nei, maður er ekki það. Það er aldrei að vita hvað gerist ef að leikurinn fer á réttan átt. Nei, mér langar bara að skjóta inn í framhjálaupi að við vorum með Jamie Webster. Hann mætti til landsins, það er maðurinn á bak við alla Liverpool-söngana. Já. Ég skellti mér á hann. Þú varst kannski sjálfur þar. Það vantaði svolítið Liverpool-menn þar. Já, var ekki góðmennt eða? Það var mjög góðmennt, sko. Já. Það var afar góðmennt. En full fámennt fyrir minn smekk. Hvenær var þetta? Þetta var ekki á 5. daginn í seinustu viku. Já. Þetta fór bara einhvern veginn fram hjá mér, sko. Já, þetta var ekki nóg vel auðlýst, sko. Nei, rækjusamlokur. Right. En aðeins aftur að skákinni, við fengum frá góðum heimildamanni að þú hefði verið bannaður á chess.com vegna orðafára sem hún notaði við anstæðinginn eftir tapskákir. Þá varstu komin yfir 16. stig á chess.com og verðt að minnast á það að þú ert nýjasti liðsmaður Hróka alls fagna. Já, gaman að því. Á samt kollegaðir Heimi Guðmundsson og við tökum þér fagnandi. Já, en eftir að tefla við ykkur, en já. En byrjum bara á chess.com. Áttu það til að láta menn heyra það þar? Nei, þetta var bara, hann var time wasting, sko, ég hef með unnaskák, og þetta endaði með jafntefli vegna þess að ég var með verið tíma og mér fannst það bara cheating, sko, mér fannst það svona, það einum og... Þetta var ekki íþróttumannsleg framkoma? Nei, mér fannst þetta ekki, ég er svona, ef ég er með verið stöðu 20 sekundur, hann á 20 sekundur eftir, ég er með 3 mínútur í gefskákina. Ég reyni ekki að time wasta, sko. Nei. Flagging eða, hvað er að kalla? Flagging, akkurat. Það er mér langar að segja, já, en ég gera það alveg, ég flagga alveg, ég er algjör flaggar, sko. Prímúa bara. Ég ætla ekki að segja að ég hef aldrei gert það. Það er alveg, ég var ekki bannaður, ég mátti ekki kommentera á neitt í sólarhring. Ég gat telt áfram, sko. Já, það var ekki vel en það. En það var eitt sem ég vann daginn, hvað var það? Ég kannski rifast upp fyrir mér, en hann var eitthvað að þakka mig fyrir jafnteflið eitthvað og ég man ekki hvernig þetta var. Ég endaði með, ég vann skákina og þetta var alveg svona in your face dæmið því að hann var með betra tafl mjög lengi, sko. Besta hrósið sem að færi er eitthvað. Og var byrjaður með bróskallara. Já. Besta hrósið sem að færi er eitthvað you're using an engine. Þá er ég alltaf bara yes. Já, einmitt. Þannig að, já. Ég hef alveg lent í þeim, sko. Já, það ekki. Engine-körunum. Já, þeir eru nefnilega, sko, sérstaklega svona á ykkar, sérstaklega þarna. Á þessu svona miðlungslevel. Já, en svo bara, heyrðu, 1600 stæðmaður bara með 100% accuracy. Það er eitthvað, það er maðkur í miðsunni þar, sko. Metið mitt er 95,4. Já, svo ég skjót, en það er mjög gott. Svo ég skjót inn í, það er eiginlega aðal gallin við að tefla 10 plus á chess.com er að þá er svo auðvelt að nota 12. Það er ekki hægt í 3-0, sko. Nei, einmitt. En það gerist ekki oft og þetta er yfirleitt bara leiðrétt síðan. Já, það fær stíginn tilbaka nákvæmlega.
svona sko. Algjörlega, Já. Ráðandi góður að spotta þetta, þannig að þið heima sem er að hlusta ekki gera þetta. Og líka fyrst við erum að taka skákumræðina að þú varst að nefna hvað þú hefur fengið accuracy sko. Endilega að kosta klink að vera með einhver áskrift þarna Já. þannig að þú getur farið yfir skákina þina. Já, mitt, ég geri það sko. Já, þetta er ekki eins og í den þar sem þú þurftir að sökka þér í einhverja skákbækur, skilur, þú Nei. færið þetta bara instant, bara Já. nákvæmlega hvað það geta gert betur og svo framvegis. Nú er að bjóða upp á eitthvað meira sko. Já, ég held að Hjörvasteinn, besti skákmaður Íslands, hann sagði við mig sko, teldu frekar 3 skákir á dag og farðu yfir heldur en 100 skákir og ekki farið þér. Þetta þarf ég að taka til Já, ég líka. skoðunar. Og bara örugglega allir sko. Vegna þess að ég kannski byrja með einhver ákveðin stigafjölda Já. og ég neita að standa upp Já. fyrir en ég er Þetta allan er svo að ná honum gamla. tilbaka. Þetta er bara svo Já, gamla. en ég er ekki gamlari sko, en Nei. ég bara þólið þetta ekki Nei. að missa bara einhver 50 stiga á einu kvöldi sko. Byrja með 1650 og eitthvað, ég ætla að koma upp í 1700, ég stend ekki upp og svo taparu og þá er þetta ennþá að vinna upp hagnaði, nei, vinna upp tapið og þetta er erfitt sko. Óþolandi, þetta er Svo- bara óþolandi. Og svo er að versta sko, ég fer alltaf bara yfir sigurskákir hjá mér. Já, Ég vil já. aldrei fara yfir tapskákir. Það er einmitt málið. Rosalega var það, veist, ég náði daginn sem sagt, að máta einn með kóng, eða náttúrulega kónginn og 4 peð Já, og hann var komið drottningu og veist, mér langaði svo bara að Helgi Óla sér þetta með skákskýringar. Er ég klár ég var bara að rekna þetta út. En þetta var hérna, ég tók ekki eins og skjáskot en þetta er í libraryinu, þarna bókasafninu. já, algjörlega. Heimir vildi líka endilega koma því að hann kom því reynda bara að daginn að þeir tóku einvíð daginn og tóku 3-0 í úrslitaleifinu. Já, hann náttúrulega, veist, hann gæti ekki stoppað. Hann náttúrulega farið þetta svolítið í stílinn, en það er rétt, hann vann þetta einvíði, en það verður endurtekið efni á þessu ári. Já. Bikar í húfi, rematch og skákirna verða 10 mínútur. Já. Þarf ekki að sjónvarpa þessu? Ég ætla að segja, megum þú hafa skýrið þetta? Það er nokkri sem hafa fengið að horfa á þetta og ég spurning hvort við förum að selja inn eða veist, þetta er hérna Bara lögðsællir. að því við erum með rosalega ólíka skákstíl. Já. Ég vil bara sækja hann er frábær í að verjast Eins og hann er með svipaðan skákstíl og sem þjálfari? já, hann setur öryggið á oddinn Já. ég er meira svona viltari enda var ég í framlínunni og hann var hann dólandi sér á miðjunni og hérna fór ekkert út í miðjurringnum og hann á það til að en undir pressu, hann er frábær undir pressu þegar er sótt að honum þá finnur hann alltaf bestu leikina. Já. Valsmenn, heyrið þetta? Já, algjörlega. Hann kom líka aðeins inn að sko hann skaut föstum skotum á þessa svoköldu sparkspekinga í dag og vildi minna umræðan færi versnandi og nefndi til að myndi í því samhengi að menn væri óhrættir að koma með bara að reyna sleggjudóma án þess að byggja á neinum rökum og Bara valla búin að horfa á leikinn sko. átti þá sennilega við podcastar eins og mig og Birki. Já. Við erum með sig ekki sennilega. En ertu sammála því að umræðan stjórnir svolítið af svona sleggjudómum og fyrirsögnum frekar en einhverju? Ég held þetta umfyllurinn hefur bara breyst. Podcast, það vissi enginn hvað það var fyrir 2-3 árum og hérna, ég held að bara hafi bætt og aukið flóruna og síðan getur fólk bara valið hvað það vill hlusta á. Einmitt. Og mér finnst að allt undir sólinni megi að vera svo framalega sem að það sé ekki svona persónunýð og eitthvað svoleiðis en þetta hot takes, þetta er ekki nýtt hérna, þetta er nýtt kannski á Íslandi en þetta er út allt, Bandaríkjunum, Bretlandi, ég sá bara Talksport í Bretlandi, hérna, þetta er að reyða sig meira til rúms, hérna, og fleiri raddir eru farnar að heyrast. Ég er þar líka bara, ef ekki bara fagna aukinu umfyllun ég held það. Ég ætla að taka, ég er náttúrulega ekki þjálfari eins og Heimir, ef hann upplifir þetta svona þá er það bara hans skoðun. Já. En ég er náttúrulega kemur úr fjölmiðlaheimi og veit alveg hvernig hlutinni virka fyrir sig. Var náttúrulega stýrði í Pepsi-mörkunum í einhver 9 ár og þar voru við leiðandi í umfyllun. Podcastin hafa komið inn og hérna, þau hafa svolítið tekið boltan á lofti og gert þetta stærra. Er það ekki dálítið þannig að við getum bara leitt þetta inn í umræðan sport? Er það ekki dálítið þannig að ég man bara eftir þegar ég var lítill gríslingur, eða ekki lítill gríslingur, ég var brúlingur, og ég beið alltaf eftir að mánudagskvöldum þegar Pepsi-mörkin voru, alltaf loka þátturinn.
það sem var bara að fara yfir alla leikina. Núna einhverja 17 stúkur í viku og ég veit ekki hvað og hvað, flott, bara aukin umfyllun, en þarna voru ekki til podcast. Ég þarf ekki að horfa á Pepsi-mörkina, ég get gleypt þetta allt í mig bara daginn eftir, bara að það eru komið 3 eða 4 podcast að tala þessa leiki. Og meiri segir það, og ég veit mjög marga, þú veist, ég náttúrulega að horfa eiginlega bara blikaleiki, en þarna þú þarft ekki að horfa á leikina, þú bara hlustar og færið þetta allt í æð. Já, þetta mjög góða punktur og ég sem sagt lagði alltaf gríðarlega mikla áherslu á það að við getum gert upp umfyrðina leið og lokaflautið gall í síðasta leik og þá var ég bara Pepsi-mörkin að byrja eftir 5 mínútur og þar fengjum menn allt úr öllum leikjónum og gerðum öllum reynd að gera öllum liðum jafn hátt undir höfði og líka það, síðan vorum við búin að færa þáttinn, sem sagt færa hann til 21.15 að því að hann var alltaf 10 sko og menn voru alltaf að segja við mig, viltu ekki gera þetta daginn eftir, gera þetta daginn eftir þá getið þið bara kliftið yfir daginn og það var, nei fólkið býst við því að fara heim, það hlakka til að fara á völlin, fara svo heim sjá Pepsi-mörkin, sjá alla leikina viðtölin, atvikin og allt reyndu við að hafa inn í þessu vegna þess að daginn eftir þá er þetta orðið bara history sko. Ég ætla einmitt að segja það, við erum núna að tala saman á 3. og mér finnst þessi umferð hafa gerst fyrir 100 ára síðan, þetta er bara old news þetta er bara, maður þarf að fá allt bara strax skilur við. Það er málið, það er hérna ég svo sem ætla ekki að tjá mig hvað Stöðugt Sport er að gera núna en ég veit að bara það sem að við vorum að gera með takmarkað á mörguleiti budget ekki öfluga svona tækni við vorum stundum að sækja heilu leikina út í Grindavík bara í leigubíl og svona bara til að hafa hann kvöldi sko. Þannig að nú er þetta bara ekkert mál ítt að taka og þú fær allt bara beint í hús og getur fylgst með öllu en það voru aðri tímar og hérna mér finnst svona með þann standard sem að var búið að setja sérstaklega síðustu árin og að þá hérna hefði maður vilja kannski að þeirri vinnu yrði haldið áfram á svipuðum róli en það hefur verið ákveðið að fara aðra leiðir og menn verða bara standa og falla með því. Algjörlega. Mér langar líka aðeins skjóta inn í við heitum besta deildin og menn eru bara sopnað á myndavölum og það er enginn að lýsa og óskoti standard. Já, en aftur að Pepsi-mörkunum, lúpmenn, þeir vilja alltaf bara byrja því að minna að þeir eru með umhverfisvara umbúðir og svo er þetta Rush TM-tæknin sem tryggir það að pókandi leka ekki. Já, instant Rush. Og mér finnst það að gleymast allt of oft sko. Fólk oft gleyma því áður en að fyrir að kaupa þetta. Já, en þeir eru miklu höttamagga-aðdáendur og þeir eru enn að jafna sig eftir brottreksturinn frá Stöð 2. Það má alveg segja að þú er bara andlit stöðurina sko. Akkur var ákveð að hrist upp í hlutunum og var ekki hægt að gera annars að láta þið fara? Ég er ekki rétti maður til að svara því. Ég hef nú ekkert hjá mig þetta en brottrekstur. Nei. Og hann kom mér auðvitað í opnaskjöldu á sín tíma, þess sérstaklega í ljósi bara samræðna sem ég hafði átt við yfirmann og aðra. Og, hver var yfirmaðurinn þannig? Nei, Þóraldur Gunnarsson hafði náttúrulega tekið við og þannig að ég veit það ekki, ég er ekki rétti maður til að svara því. Ég var auðvitað frekar langt niður í mjög lengi og það geta allir lent í þessu og það er engin ómissandi og það er engin óhultur og maður búin að leggja svona hjarta og sál í starfið í tæp 20 ár. Helga vinna, mikil kvöldvinna og raun og veru lífstíll. Þú ert bara í vinnunni 24/7. Já, þetta þú getur vel að fara í sund eða heitabótinn nema að tala um leikina í gær og allt þetta og maður veit alveg að það en þú hefði bara gaman að því? Sérstaklega íslenska boltanum. Ég naut mín ofboðslega mikið með það og fá að vera svona ritstýra því og gera það svolítið að því sem að ég vildi sjá sjálfur og með góða álitsgjafa við vorum alltaf að reyna að bæta okkur og alltaf einhver nýtt og þannig að það voru margir svo sem lögðu hönd á plógin en varandi Stöð 2
eina sem að maður hefði svona viljað að maður kveðja sitt fólk sko. Maður fekk ekki tækifæri til þess. Ég var náttúrulega bara kallaður hann inn, ég var að fara í sumafrí, kallaður inn og skrifundu starfslokasamning á einhverju 3 mínútum og síðan hef ég ekki komið hann inn aftur sko. Þannig að ég hef ekki samstarfsfélagar til margra ára og aðra, ég hef ekki hitta og það rosalega erfitt sko. Já. Varstu búin að fá einhverjar viðvaranir þar að segja bara, Höddi, við ætlum að gefa hérna tækifæri að hrista hans upp í þessu, bla bla bla, eða kom þetta bara algjörlega svo þrjumar heiskjöru? Ég sjálfur var náttúrulega svona, gerði mig grein fyrir því að ég ætla ekki að vera eilífur með Pepsi-markin. Og vildi kannski taka 1-2 ári viðbót en ég get allavega sagt að það hefði mátt bara standa betur að þessu og menn hefði mátt kannski koma svona aðeins hreinna fram og manni fannst einhvern veginn þessi tæpu 20 ár svona einhvern veginn þegar maður lítur tilbaka þetta spillir svolítið þessum árum. Já, ég skil hvað þið. Skilur, viðskilnaðurinn hann var á þessum nótum og það spillir svolítið, skilur, þegar maður lítur tilbaka. Ekki starfsfólkið og allir vinindi sem maður átti og allt þetta. En þegar svona gerist á þennan hátt að þá lítur öðrum augum á það sem að gerðist. Algjörlega, ég veit þú sagðir á hann að þú ekki rétt með að tjáða þetta en ef við horfum samt bara tilbaka á það sem var í gangi þegar þú stjórnaðir þá ef ég man rétt þá var bara einn loka þáttur eftir hverja einustu umferð. Við fyrirkomulagi núna, finnst þér þetta búið að fara upp eða niður eða bara allt öðruvísi eða þú veist? Ég hef ekkert mikið séð það. Ég hef verið með erlendapakkan. Ég hef ekkert mikið verið, ég að fá núna að kíkja hans á innleitapakkan út af bestöldinu og svona. Þannig ég ekki alveg rétt í maðurinn. Ég meina, ég bara get ekki, ég sé náttúrulega álitsgjafana að þeir eru einhverju nýjir og einhverju sem að ég fekk og annað og auðvitað þykir manni alltaf sko, manni þykir alltaf svona sinn fugl fegustur sko. Ég bara geti kala til eins eða neins skilur þetta bara lífið svona, þetta gerist ári frá þessu það tók mig svona ára að jafna mig þetta var svona miklu þyngra heldur ég að bjóst við og þetta kom svona óvænt upp og engar útskýringar Algjörlega. Sko, ertu til að tegja því einn brí og léttul fyrir mig? Já, gjör svo vel. Þetta er náttúrulega langt besti pilsnerbjór landsins og ég ætla bara að leyfa einhver að heyra hvað hljóma bara vel. Þetta er annarsopa. Tjökkaði björn. Nei, en sko þetta er eiginlega uppáhaldsspurningin í öllum þættinum bara svo að koma fram. Menn á því að sketsin með þér í steipustöðinni þar sem að þú tekur kalt er það klara. Sé einhver albesti skets í sögu Íslands sjónvarps. Kom aldrei til greina að vera leikari eins og pappið? Já og nei sko. Ég held kannski ég hef ekki uppgötað þetta bara fyrir allt og seint. Það var eitthvað annað sko. Af því að það þetta allt annað fyrir mig sem svona einhvern áhuga sprellara að koma í einn og einn skets heldur en að vera í svona eins og leikamóti svona öflur í manneski eins og nei Köllu. Ég meina sonur minn og dóttir Vigdís og Tómas, þau eru náttúrulega í þessum geira og lífið jú, þetta svona blundar í manni allavega og og líka bara þessar auglýsingar sem maður gerði fyrir Pepsi-mörkin og svona alls konar fíblaskapur sko. Sko, bara svo við tökum þessu auglýsingu, ég veit ekki hvort þú áttir þig á því. Nei, ég veit það ekki. Hvað þetta er mikill hittari sko, því að bókstaflega allir vinir mínir kunna þess bara en að skets frá upphæðu til enda sko. Þetta er, þegar við kveðum hérna bólstæðalíðinni sko, það er Auðun Blöndal, hann getur samfært sko, hann ótrúlega samfærandi maður. Og hann samferði mig að þetta væri geggjað og ég las handritið en hann sýndi mér ekki loka senuna upp í rúmbi. Ég ekkert endilega vissum að því að ég tek þá senu
síðar í hljóðstúdíu og það var eitt og annað sem var sleppt sko. Einu og annað var sleppt. Það, já. Ég sagði bara, ég get ekki sagt þetta. Nei. En þetta var alveg svona, veistu, maður á tvo unga drengi og svona, veistu, þetta var alveg, maður fólkið meðvitaður, en samt sem áður að þá fannst mér þetta mjög skemmtilegt og tók bara hálfan dag að gera og bara frábært handrit hjá auðvitað sko. Já, algjörlega, þetta bara, ég verð bara hrósaði persónulega sko, mér finnst það geðvikt og væri gaman að fá meira af þessu, bara. Maður hafði náttúrulega sko, ég hef náttúrulega dýrkaði fóstbræður, þegar þeir komu fram á sjónasviðið, ég get ekki ímyndað ykkur hvað var mikil sprengja og breyting að fá fóstbræður með sína sketsja stórkostlega sko, og síðan vakta sér í svona, þannig að þetta er já, þetta er eitthvað sem að ég geti alveg hugsað mér að gera meira af sko. Já. Það er gaman að heyra, það gleður mig. Það er rétt sem þetta sko. Já, ekki spurning. En þú lendir í því fyrir nokkur síðan að það var annar maður að þykjast vera þú á Twitter. Hvernig lauk því máli? Já, því lauk bara. Ég leitaði til lögfræðing sko. Já. Og það var ákveðið að fara ekki lengra með það mál. Ég skrifaði hins vegar starfsmannastjóra Vodafone post sem ég reynda fekk ekki svar við, sagði þetta væri náttúrulega fyrir neðan allar hellur að það væri starfsmenn hana sem væri að saka mig þetta. Fyrir þá sem að koma bara að vita ekkert hvað við erum að tala hvað snerist málið? Twitter aðgangur sem að menn töldu að var ég var að sigla undir fölsku flaggi og skýta út Stöð 2 eða Stöð Sport eða. Og er þetta fljótuð eftir að þér er sagt upp hana eða? Já, þetta er eitthvað hálfu ári eftir. Já. Eða 3 mánuðum. Okay. Kannski ég hafði hætt í september 2019 á Twitter bara fyrir fullt og fast sko. Og þetta var mjög óþægilegt að vera sakaður eitthvað svona sko. Ég gat ekki einhvern veginn, ég gat ekki afsanna það gat ekki afsanna einhvern veginn að það væri ekki ég. En hvernig vinnum maður svona baráttu? Það er mjög erfitt fyrir mig að fara með þetta eitthvað lengra í dómstóla sko. Já. Hann sagði mig það bara lögfræðingurinn, sönnunarbyrðin og allt þetta er bara ekki þessi virði. En nú sjáum við meira kannski þetta í þessum svona undanförnum missurum menn að fara í meðeiramál út í einstaklinga fyrir sakir sem að hvort sem er upplognar eða ekki. Algjörlega. Sko hreyfinsmönnum 5885522 þeim finnst að gleymast oft í umræðinu og réttilega það er ekki nógu mikið mynd á þetta að þú ert eitt besti framherji í sögu efstu deildar í fótbolta og átt þarna 3 gullskói gull og græna skói á árum 89, 90, 91 það hefur aldrei verið leikið eftir verður líklega allavega ekki 18 leikjum. Nei. Í 18 leikjum. Hvað voru margir leikir í deild þá? 18. Það var 18, já. Þetta var eitthvað 12, 13 eitthvað fólks. Já. Eitthvað fólks. Alvöru. 3 ára. 2-3 agabönn eftir að hafa verið skipt út af. Club Legend og FH. 84 mörk í 174 leikjum og sá 70. Í efstild. Já, í efstild. Og svo 70 leikjast í sögu félagsins. Hvernig horfum á ferinn ef við lítum núna í baksín spilin? Man er alltaf að hugsa töpin sko. Ferðu beint í þau? Nei, ég meina það er þetta 89 tap á móti K.A. náttúrulega situr endalaust í manni sko. Það er alltaf töpin sem sitja mest í mönnum sko. En nei, við náðum að koma FH á korti svona í fyrst skipti almennilega og vorum þetta með. Hvar er FH bara, þegar þú ert að mæta hvar er FH á stað sem bara jójólið sko, upp og niður. Já. Upp og niður deildir sko. Upp og niður deildir, já. Við náðum að vera þarna samfellt 7 ár og þar 3 var í öðru sæti á þessum tíma sko. Og úrslit í bikar, fyrstu Evrópuleikirnir voru með 3 leikmenn í A-landsliðinu á sín tíma. Óla Kristjáns, mig og Andra Martins. Það er hans vel gert hjá klúbbi sem var auðvitað ekki hátt skrifaður. Og við vorum auðvitað að keppa við þessi gömlu stórveldi fram
Fram og Skagan og KR og Val. Þannig að þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna eins og ég segi, auðvitað alltaf þetta að líta tilbaka og svekkja sig á einhverju en ferillin var bara eins og hann var. Já. Kom eitthvað til að greina að fara í atvinnumennsku? Það kom auðvitað nokkru sinnum upp sko og ég fór í nokkur trials og ég var náttúrulega ekki með neitt umboðsmann eða neitt slíkt. Þá síðan var útlendingakvoti en ég var nálægt í nokkur sinnum sko. Nálægt í bæði á Spáni og með Sheffield United. Vinnie Jones og félaga. Dave Bassett hérna og var hjá þeim í 10 daga og ég held kannski innst inni hafi bara ekki verið nógu mikill kraftur í mig til þess að stíga þetta skref sko. Nú fara menn bara út eftir hálft tímabili eða verið að skora 5 mörk sko. En tímandi voru bara allt aðrir og hérna ég sem betur fer ég hef ekkert viljað vera uppi endalega þessum tímum núna það sem að samfélagsmiðlar eru út allt. Já, þú fékkst sérst tækifæri að fara nokkuð út. Já, það var hérna spænslið, Merida, Sheffield United, sem Dave Bassett hérna, Wimbledon coach var, Vinnie Jones var leikmaður og Brian Dean og ég var svona, já, tvisvarsinnum mjög nálægt í að fara til þessara félaga og svo hérna fór ég á endanum til Sviss, var þar í hérna hálft ár með B-deildarliði sem var þjálfað af Johan Neskens sem var í silfurliði Hollendinga og mikill vinur Jóhanns Cruyff fyrirhandi leikmaður Barcelona og við fórum í æfingarferð til Barcelona bara út af Neskens þegar Cruyff var að þjálfa félagið og hérna það var mjög gaman að upplifa það svona smá vísir af atvinnumennsku. Algjörlega. Hversu blóðheiti varstu sem leikmaður? Ég var náttúrulega mikil töðari sko. Ég var náttúrulega frekar leiðilegu leikmaður held ég. Já. Það hérna var ekki mikið að reyna að eignast vini sko. Hérna þess vegna hef ég alltaf samað með Kjartana Henry. Já. Þó ég hefi stundum leikið hann grátt í Pepsi-morgunum sko. Já. Að hérna nei fótboltinn var bara miklu grimmari, það var hérna miklu meira leift og víst, þannig að já, ég átti það til að segja nokkuð velvalin orð við dómara sko. Já. Þeir kannski bara þökkuðu kærlega fyrir þegar þú lagðir skóna í hilluna. Ég hugsaði að það hefði ekki verið nein eftir sjá sko. Kemur menn þeirra sjálfsög på Tunga 10 og jú, það gengur vel en þeir hafa ágjur af íslenska landsliðinu fótbolta og fara með bærirnar en þeir hins vegar sko binda vikla vonið við sigur á móti San Marino núna í júní. Þannig að hvernig metur hörðu stöður í íslenska landsliðinu í dag? Hún bara í algjöru limbói. Þetta sem hefur gerst þetta á síðustu 2 árum hefur náttúrulega verið með hreinum ólíkindum og fótboltinn á enn eftir að býta á nálunni með það sko. Já. Og það bara hryggir mig að sjá hvernig málum er háttað. Hvernig þá? Já, ég meina landsliðsþjálfarinn hefur ekki mátt velja þá leikmenn í landsliði sem hann hefur viljað. Það er augljóst. Það hefur enginn verið ákærður. Ætlaði hann ekki að segja af sér að fengi ekki að velja þá menn sem hann vildi? Já, hann verður að auðvitað svara því sko en ég meina, hvernig er þetta að vera landsliðsþjálfari? Þú farið ekki að velja þá leikmenn sem þú vilt. Ég held að knattspyrnuhreyfingin þurfa að fara í mikla naflaskoðun og fara yfir það sem gerðist og að Guðni Bergsson skildi hrökklast frá var þetta mjög óhefilegt fyrir hreyfinguna og kannski voru menn sem að höfðu ekki stuttan sáu sér leika borði. Já. En það bitnaði þeim sjálfum og bitnar á hreyfingunni og bitnar á landsliðinu og við eigum til að sjá það bara ennþá meira. Þetta er náttúrulega já, þetta er mjög slæm staða finnst mér og ég held að menn gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvað slæmun er vegna þess að líka það er ekki lífræn endurnýjun. Þessi endurnýjun hún hefur komið bara illu og það er ekkert gott að menn sé að spila landsleiki sem er ekki tilbúnir. Nei. Og það er bara því miður staðan núna.
En það verður mjög fróðlegt að sjá hvaða leikmenn hann fær að velja. Ég meina, ég get ekki ímyndað mér að þessi leikmenn sem að hafa ekki leiðindi einhvern grunn hafa nokkuð ná að spila fyrir landslið. Ég held að sé mitt freka það, því að þú segir hvaða leikmenn hann velur, ég held að sé freka bara, ég efast að sé mikill áhugi hjá þessu leikmennu bara að mæta í landslið. Ég meina, af hverju ætti að vera áhugi fyrir því ef að hérna á rifi upp einheltismál í 10. bekka. Já. Nei, ég segi, víst, hver langt á að fara aftur? Erum við eina A-landsliði karla í heiminum sem að það sem menn eiga að vera með hreint sakavottor eða hafa aldrei gert neitt eða? Já, algjörlega. Ég veit ekki alveg, sko, það er náttúrulega, já, þetta er náttúrulega alveg mjög snúin staða, ég veit það. Já, og þú veist, næst spurning, náttúrulega, ok, hvernig finnst þér árangurinn hafa verið, þú veist? Bara í samræmi við, já, raun og veru, er þetta dæma Arnar Þór Viðarsson? Er þetta dæma, það er ekki þetta dæma neila rétt vegna þess að hann hefur ekki fengið að spila úr þeim spilum sem að hann hefði getað. Já. Brotthvarfs Eið Smára var náttúrulega mjög leiðilegt. Ég trölladrú á honum sem þjálfara og hérna þannig að staðin er bara mjög viðkvæm. Þannig að já, þarna mér var þetta mjög skemmtilegt, sko, ok, þú segir með Arnar Þór, já, vissulega, hann er að ganga inn í mjög erfið starf, en Vanda Sig, hún er mjög ánægð með hann og þarna eftir undirkeppnina þá sagði hún hann að staði sér frábærlega sem landsþjálfari. Ertu sammála því? Nei. Ég meina, sko, fólk verður náttúrulega, það þýr ekki verið með eitthvað innantóm hrós. Sko, það fer mjög í töðunar á mér. Innantóm hrós, þetta er það versta sem að hægt er að segja, sko. Við þurfum að gera betur. Arnar hefur alveg hæfileika til að gera hluti, en hann verður að fá þá réttu tólin, en hann hafi þessi frábælega, ég veit ekki við hvað hefur verið að miða þá frá 1960 eitthvað eða? Já, mér varstu góður til Liechtenstein. Já, ég spilaði með Adda í FA og þekki hann alltaf ágætlega og hann náttúrulega hefur enga gríðarlega þjálfarreynslu en verið þetta samt sem áður í belgíska boltanum og ég meina ég sé að menn eitthvað gagnrýna hann sé ekki nógu mikið heima, ég meina Lars Lagerbäck var ekki að fara og leiki í Pepsi-deildinni að þræða leikina, sko. Nei, en það er samt Lars Lagerbäck. Já. Það er ekki Arnar Þór Viðarsson, sko. Nei. En já, þetta var komið að En Lassarinn hann var bara Lass þegar hann kom, sko. Já, það er rétt. Það er rétt. Lars, já. Algjörlega. Já, en þá vendum við hvað okkur í Kross og Payday-menn, það er okkur allra besti menn. Þeir bara sjá bókaldi fyrir meðalstór lítil fyrirtæki og sjálfsögðu einyrkja. Já. Hvort myndir þú flokka okkur sem lítið eða meðalstórt fyrirtæki fyrir? Því miður þá erum við að falla í þann flokka, þeir ráða ekki við okkur. Nei. En þeir vilja aðeins ræða Mbappe samningin. Já. Og þeir eru svona á því að þeir gætu ekki ráðið bókaldi á PSG. Nei, líklega ekki. Þannig að PSG minn er að hlusta því miður þá. Þá er það leita á hennu mið, róa hennu mið. Sko, ef við ræðum hennar díla eins, þá erum við að tala sko, ok, við erum náttúrulega ekki með alla tölur á hreinu, en ef við gefum okkur bara það sem þetta er samningurinn. Já, þetta er staðfest, já. Sign-on fee 100 milljónir punta. Það er ekki nema 16,5 milljarðir íslenskar samt. Nei, ok, þegar maður færir þetta úr íslenska. Já. Það er þetta ekki svo. Og síðan 4 milljónir punta á mánuði í laun, sem að gera einhverja 658 milljónir íslenskar. Komið fréttir í dag að Liverpool voru búin að ræða við Mbappe. Ekki bara kurteisi samtal, held ég. Já, það. Það var aldrei að fara að gerast. Nei, hvað finnst þér um hana díl? Sko, það er 20 í þessu. Fyrsta lagi, að La Liga og Real Madrid sé eitthvað svektir. Sko, Real Madrid störtuðu þessu. Þeir störtuðu Galacticos. Þeir störtuðu ofurlaunum og þeir sé að gráta í grautin sinn yfir því að Mbappe ákveða að vera áfram hjá PSG er náttúrulega hræsni. Já, ég sammála því. Hins vegar með þennan pening og fórseti PSG Khalifa segir að Mbappe sé ekki hérna út af peningunum er náttúrulega líka brandar af sig, sko. Að 22 ára gamall frábær leikmaður,
hafi fengið lyklana af félaginu og getur ráðið og rekið, það er sturlað. Já. Það er sturlað dæmi Hættulegt. og stórhættulegt og við getum núna sagt að leikmaðurinn er stærri en félagið. Já, einmitt. Mbappe er stærri heldur en PSG. Einmitt. Maður hefur aldrei heyrt, maður er alltaf ekki, það er engin leikmaður stærri félagi en jú, þarna er það Já. málið. Og hann er 22 ára, Já. aftur. 22 ára. En er þetta... Og gerir 3 ára samning. Þetta er ekki svona að hafa gert 5 ára samning. Nei. Gerir 3 ára samning. Ég var Þannig að umræðan fyrir aftur á stað eftir 1 ár. Já, pælið í því. Já. Já, svo voru þeir að tala um, einhvern mögulegan, sko, kauprétt í félaginu, eða ætti einhvern eignarhlut, sko. Þetta var komið á einhverja geðveiki, sko. En að þú tala líka hrókar og hestina í Real Madrid, þessi Florentino Pérez gæi, sem skein svo bersinlega í ljós aftur þegar hann vildi bara vera með þessa ofurdeild, sko. Já. Það var svo glata koncept og líka að Florentino Pérez af öllum mönnum hafi verið að reyna að knýja það í gegn. Mér fannst það glata. Og hann greta líka að þeir skildu mæta PSG í 16 liða, sko. Já. En var það ekki það sem hann vildi? Jú. Nákvæmlega. Stórleikinnir. Já, einmitt, já. Birkið út með eina sprengja inn í lokin. Já, sprengja og ekki sprengja, var það vitlis ákvörðin í FH að reka Heimi Guðjónsson? Já. Já. Samt kom kongur Óli Kristjáns inn. Ég meina, ég held að þáverandi formaður FH Jón Rúnar hafi sagt það á sín tíma. Það áttur að koma í ljós hvort þessi ákvörðun sé rétt eða röng. Það hefur komið í ljós, hún var röng. Já. Það hefur ekkert með Óla Kristjáns að gera. FH hefur ekki gert neitt síðan. Eiður Smári tímabilið, þarna náðu að skrapa annarsæti. Eiður og Logi. Já, Eiður og Logi, afski. Já. Gott kombo. Já. En lítið að frétta í dag. Já, það er félagið er í einhvers konar svona tilvistakreppu. Já, og sérstaklega eins og við fórum inn á þann og ég held að séu of margir sem að vilja ráða. Algjörlega. Og það er ekki, það vantar einhvern einræðisherra og síðan bara þjálfaran sem að stjórna þessu. Það er ekki verið að fá Jón Rúnar aftur, eða? Ég ætla að segja pass. Já, ok. Já, þá ferum við okkur bara yfir í aðeins öðru spurningar. Uppáhaldsmark á ferlinum? Já, uppáhaldsmark á ferlinum. Hörum okkur. Það er á móti KR í Krikanum, myndi ég halda. Já. Þegar KR með hotspinnu hreinsað. Við vorum með vellinu, Leifur. Ég næ boltanum á miðum vallarhelmingi okkar. Ég fer upp með boltanum með 3-4 káringa á bakinu. Já. Stöngin. Ég var farin að fagna. Bolti kemur aftur út og ég setja stöngin inn. Vá. Og þetta er 91. Já, þetta er svona, já, því að KR var miklu betri leiknum, sko, við unnum 2-0. Já. Við stálum þessu. Og en þetta mark var, já, það mark er svona mitt besta marki. Já. Algjörlega. Stærsti leikur á ferlinum? Félagsvellinum eða bara, já. Máttu velja bara? Hjá FH, já, einmitt. Ég verð að segja Dundee United, úti í Skotlandi, þar sem að við spilum fyrir leikinn heima, töpum 3-1, mjög óheppnir, fengum 2 í lokin og voru síðan 2-0 yfir í hálfleik í seinni leiknum. Þeir náðu að jafna 2-2 og við döttum út, en það var mjög eftirminnilegt að vera 2-0 yfir í hálfleika móti Dundee United sem var þá toppliðið Skotlandi og hefðu orðið Evrópumeistarar nokkur ára undan hana og voru með 4 eða 5 skotska landsliðsmenn, þannig að ég náði einmitt að skora annað marki í leiknum og svo skoraði Stjáni Gísla stórkostlegt mark í vinkilinn og við áttum mögulega komast í 3-0, sko. Já. Þannig að það er svona, já, ég myndi segja að það væri svona eftirminnilegasti leikurinn og kannski líka þegar við unnum við í Garði í undanúrslitum í bikarnum, það sem að ég skoraði jöfnunarmark í blá lokin og síðan bætti ég við 2 í framlengingu. Já, skrítið að heyra fyrir með Evrópumeistar og Víði Garði eða því sem sendingu. Ok. Besti samir á ferlinum? Já. Vá, maður. Þetta er agaleg spurning. Já, hann er agalega erfið og ég byggst forlóts. Já, en það er samt að svarinni. Já, ég vá, besti samir. Fyrst þess kom við í hugan. Já, ég ætla bara að segja Andri Martins. Já. Við náðum, Andri kemur í FH og það er svona, neistar hans á milli okkar. En við náðum óbúslega vel á vellinum og síðan utan valla líka. Og að því að Andri var svona sóknarmaður og
þá einhvern veginn, já, það var þetta nokkur ár sem að við vorum virkilega góðu saman sko. Þannig að þýluturinn til þá svona hjá FH sko að þá myndi ég segja þá kannski var ég að spila minn besta bolta á þeim tíma sko. Algjörlega, ein spurning sem langar að skjóta inn í, finnst þér eftir deildi á Íslandi í dag að vera betri en þegar þú spila inn í? Það er vonulegt að svara þessu sko. Segð bara nei. Minna Valur var að vinna Monaco. Fram var að spila við Real Madrid. Já. Nú erum við að ströggla á móti. Við erum þriðja leiðasta deild í Evrópu. Þannig að ég myndi segja að deildin sem ég var í var miklu betri. Punktur. Takk. Þetta var geðið. Það er vel Það svarað. var grjótart. Sá þjálfari á ferlinum sem hafði hvað mest áhrif á þig? Já, ég verði þetta að nefna Óla Jó sko. Og ég ætla líka að nefna Ásgeir Heitin Elíasson sem að valdi mér landslið og ég var viðlóðandi landslið í 3 ár og hann fannst mér vera mörgum árum undan sínum kollegum hér á landi og vera að taka nýja hluti inn í fótboltan og Hörður Hilmas þjálfaði mig í 2 ár í FH mjög fínn þjálfari en ég verð bara að segja Óli Jó svona til að gæta sanngirni þó að það andi svona freka kvöld á milli okkar í dag. Já. Algjörlega. En þá komum við að hraðaspurningum. Þannig að þú ert að setja í stellingar. En á meðan vildi ég bara þakka Frumera kærlega fyrir. Þeir eru náttúrulega leiðandi á sviði skoðana, prófana og tengdara þjónustu á Íslandi. Áttu óskoðan bíl með endastaf 5? Drullari sko. Drullari sko. Já, kíkja á mína menn í Frumera. Og svo vil ég sjálfsögðu þakka Kemi en þeir eru með Boss neyslugeimana fyrir sumarbústaði Hjólhýsi á Fellihýsi. Hann turkur á einungis 8.437 krónur. Það er ekki þannig. Nei, þú veist, við erum bara að tala um Þetta bara stórar bláar handturkur sko. Ekkert kjaftaði. Taska og grímur á kjaraprís. Kemi.is, Stungvörst. Ég líka veit hvað ég gera við grímuna mína, þá gott að vera með tösku grímu sko. Grímu sko, já. Og síðast en ekki síst, að vilja minna messan. Við erum að fara að taka upp þáttar bráðlega. Já, á Selfossi, Tómas Þóroddsson, kóngurinn. Algjörlega, og ferski sjávar eftir alla dag í Lækjargötunni. Svo viljum við minna á Kaffi Krús á Selfossi fyrir alla hörðust. En þá er komið að hraðaspurningunum. Já. Ertu klár, Höddi? Alltaf klár. Já. Sjá. Eftirminnilegasti leikur sem þú lýst. Vá. Verði að vera mjög fljótur að svara þessu. Ekki segja bara United Chelsea í Moskvu. Sko, þetta segðu bara, já, fyrst sem kemur upp í hugan, svo ertu ekkert standað. Terry Rann. Myndi líka að segja þetta með okkur beint upp í opið geða okkur, gæst ekki hugsa þetta lengur. Ég var síðan á Allianz Arena. Já, Bayern Chelsea. Petr Cech sjóið. Og Drogba. Þannig að ég það er 1-1 þarna. Besti skalli í sögunni. Frá Drogba hann í hondinu. Stórkostlegur. Dáðasti sonur Hafnarfjarðar. Þetta er ekki hraðaspurning. Geir Hallsteins. Já, læglegt. Hvað er það við Real Madrid sem þú hatar svona mikið, spyr Hjörvarsteinn? Florentino Pérez. Já, takk. Besti þjálfari bestu deildinni? Í dag? Í dag? Já, just ég verð að segja Óskar Rafn. Einn leikmaður sem Liverpool á að segja í sumar? Hann kemur kannski ekki fyrir næsta sumar, en Hey Jude Bellingham. Já, læglegt. Ertu veikast í Liverpool með landsins? Nei, það eru margir veikari sko. Pizzan á Dominus eða burgerinn á Barjón Mosó? Er ekki bara pizzan? Pizzan. Versta fjárfesting á ferlinum? Ég keypti sjóð 9. Ok, já, Sá fræði Þetta bara útskýri allt en að segja þetta. Uppáhalds drykkur? Já. Ég ætla bara að segja klassíska ískalt vatn. Já. Og það verður að vera ískalt. Ok. Uppáhalds staður í heiminum? Anfield. Já. Eitt félag í Kauphöllinni at gunpoint? Ha? Eitt félag í Kauphöllinni? Já. Hvað myndi ég velja? Þú má segja Ölgerinn núna. Ég myndi taka Ölgerina. Já. Ekki Collab og allt þetta? Já, Bríóinn. Þeir eru búin að vera þvílíku siglingu og ásátti í Teklandi og Já. Þetta hlýtur að ganga vel.
Ég ætla bara að velja félög kaupið til út af hvað ársatíð þeir halda. Þá var þetta Jackals. Prag. Uppáhaldslag? Þau eru mörg, verð að segja follow you, follow me, Genesis. Ok. Uppáhaldslið í enska og íslenska fyrir utan F og Liverpool? Þróttur. Everton. The Nevertons. Ætli ég segi ekki bara Newcastle. Núna? Samt hataru lið sem eiga peninga? Nei, tala núna. Já. Já, ekki svona traditionally. Já, bara lið nummer 2 núna í Premier League. Ég ekki með neitt, en Er ekkert lið nummer 2 sem þú tjekkar á? Nei. Don't give a flying, sko. Ég gæti sagt Tottenham, af því ég hélt svolítið upp á Tottenham minna Glenn Hoddle og þau voru alltaf að vinna enska bikarinn. Svona pínu veiku fyrir Spurs kannski. Já, ok. Ykkar aðal... Já, besti þjálfari í heimi. Fjandmenn okkar í dag. Uppáhalds fatamerki? Já. Uppáhalds fatamerki. Ég ætla bara að segja Adidas. Uppáhalds tálmaður á borðið? Hvaða skákir eru oftast unnið út af einhvern tálkmanni? Veistu hverju viðsjárverðastur og erfiðastur? Riddarinn. Já. Ég ætla að segja Riddarinn. Laglegt. Af því að hann er hrikalegur. Hann er svo lúmsk. Hann er sko, allt inn er komin í andlitið á þér. Hann var sko kílómetri í burtu. Gaman að fá skákmann í settin. Við veist það geðu. Kaffi eða síkó? Kaffi. Aldrei reykt. En það býði til síkó, sko. Já. ESB, já eða nei? Strámt, nei. Strámt, nei. Túr á tógara eða túr á strandveiðibát? Ekki taka tógaran. Já. Betri svona húsakinni ekki. Jú. Það er ekki grjótarur þarna. Já, kannski bæði voru. Annars held ég að við séum bara búin í kvöld nema við kannski bætum við einhverju skákar kemur ljós, annars klippi þetta bara. En þetta er búin að vera frábær þáttur, Höti. Takk kærlega fyrir komuna. Já, ég hafði gaman að þessu. Ég held ég stundum þegar ég svona fyrir að tjá mig að næ ég að móðgalta einhverja Já, vonandi náður móðga nokkra. En ég er svona reyna að temja mér svona aðeins hófstiltar í stíl. Já, einmitt. Ég veit ekki hvort að það hefur tekist. Já, mér finnst bara ágætlega höfður. Þú mókaði mig allavega ekki. Nei. Því líka þáttur, takk kærlega fyrir kvöldið og allir sem hlustuðu, sjáumst á viku leiðinni. Takk. Takk fyrir hlusturina. Ég vildi bara rétt í lokin minna á Smitten, en þeir voru róla út nýjum fítu sem gerir hánfólki kleifta að skilgreina sig sem slíkt á stefnumótasíðunni. Og treysti mér, ég hef prófað allar stefnumótasíðunar að núti. Og ég hef aldrei séð hennar fítus, þannig að gaman að fylgjast með þeim. Þeir eru í stöðuri framþróun og eins og ég segi, ég prófaði þetta allt, en þetta er eina sem ég noti í dag. Smitten, takk.